Já, Andri, sigurinn eftir framlengingu áfram í bikarnum, hvernig svona tilfinning eftir leikinn? Bara mjög þreyttur. Þetta var alveg maraþonsleikur og kannski ekki það sem við þurftum fyrir langtferðalag á Akureyri núna helgina. En bara ógeðslega gott að klára þetta sko. Þú veist, spilum til dæmis bikarleik í Mjólkurbikarnum, lentum við framlengingu þar og töpum framlengingu, þannig að það ekkert verra en að tapa í extra time. Þannig það var ljúft að vinna í þetta skipti. Hvernig varstu svona aðfram með staðinn bara í liðinu í dag? Við vorum svona svolítið sloppy, þú veist, við vorum að skipta á mörgum mönnum. Það var svona hálfbyrjunarlið kannski. En menn þurfa bara að stíga upp og við gerðum það í seinni hálfleik fannst mér. Þá rífum við okkur í gang og svo bara var þetta aldrei spurning framlengingu fannst mér. Þetta var svona kaflaskiptur leikur hjá okkur, en fannst þið eiga skil að komast áfram í dag? Já, ég myndi segja það. Allavega í framlengingunni þá fannst mér við gera meira heldur en þeir. En þú veist, ef við tökum fyrir hálfleikinn þá vorum við alveg bara mjög lengi í gang og svona. En svona þetta jafn leikur og skap dotti báðum megin í 90 mínútum en við vorum svona með meiri orku kannski undir lokin. Þannig já. Það var svolítið mikið þreyta í bara mannskapni hjá öllum bara. Já. Svolítið erfitt að spila svona 120 mínútur. Já, það er það og það verður að spila þétt. Það var umferð á laugardaginn síðasta, núna miðvikudaginn og svo erum við núna að fara aftur á sunnudaginn. Þannig það er bara álag og það þarf bara að nota hópinn og aðrir menn að stíga upp. Þannig það gerðu það í dag. Hefðirðu viljað sem markvörður að spila vítaspyrnukefni? Sko, ég var að pæla í því í framlengingu. Maður er svo alltaf að hugsa hugurinn er farin að pæla í vítaspyrnum, hvert maður að fara og svona, en nei, við tökum sigurinn. Fínt að sleppa þig kannski bara. Já, í þetta skipti. En annars í deildinni, hvernig líður ykkur í deildinni bara? Já, við erum búin að byrja mjög vel, 7 leikir án taps og erum bara á góðu róli. Finnst vera betri bara stemning og bara mórall í liðinu heldur en á síðasta ári, það sem gekk ekki alveg nógu vel. Þannig ég er bara mjög bjartsýnn fyrir komandi sumar og bara bjartsýnn að við tökum 3 punkta á Dalvík á sunnudaginn. Er markmið svona að komast áfram í Lengjudeildina? Já, alveg klárlega. Það var markmið fyrir tímabilið að þeir sem þekkja Nenad Sivanovic þá er það bara númer 1, 2 og 3 að vinna deildina og komast upp í Lengjudeild. Er þið með eitthvað markmið fyrir þennan bikar? Já, að sjálfsögðu. Komast á hybrid-grasið á Laugardalsvelli. Ég meina, þetta bara lukkar ógeðslega vel og við ætlum bara að koma þess langt og við getum. Takk fyrir. Takk hérlega.